Síldarminjasafnið á Siglufirði er með stærri söfnum landsins, þar sem kastljósinu er beint að síldarárunum, enda Siglufjörður helsti síldarbær landsins. Síðasta vetur voru nemendur 5. bekkjar grunnskólans í vikulegri safnkennslu á Síldarminjasafninu og verkefnið endaði svo með svokölluðum yfirtökudegi sem er að breskri fyrirmynd, en á slíkum dögum ganga nemendur í störf starfsfólks, safna og miðla þekkingu sinni til gesta og víst er að nemendurnir höfðu ýmislegt lært í þessu skemmtilega og lifandi námi. Við höfum auðvitað reynt að leggja mikið upp úr safnkennslu og tekið á móti skólahópum hérna lengi, en síðan langaði okkur til þess að geta svona grafið aðeins dýpra og ákvaðum þess vegna að reyna svona búa til þetta verkefni, vera með heils skólaárskennslu og það er bæði hérna nemendur í 5. bekk og svo höfum við verið með líka unglinga sem eru í valáfanga hjá okkur. Þannig að við erum bara settum saman umsókn og hérna reyndum að sækja styrki fyrir þessu stóra verkefni því að þetta er heilt skólaár, þetta eru tæplega 40 kennsluvikur og með þessu móti þá getum við að gefa krökkunum tækifæri í rauninni ekki bara að læra síldarminjasafni, heldur söfn og starf á söfnum almennt. Þannig við höfum verið að kenna þeim að skrá safngripi, greina ljósmyndir, hvernig setjum maður upp sýningu og hvað á hún að segja og svo framvegis. Þannig að þau hafa verið í alls kyns skemmtilegum verkefnum. Hvernig vinnum maður rannsókn, hvernig miðla maður niðurstöðunum og svo framvegis. Þannig að þetta hefur verið rosalega skemmtilegt. En þegar þið fóruð af stað í að þið hafið þá væntanlega þurft að byrja á því að búa til kennsluefni hreinlega? Já, kennsluáætlun og kennsluefni og við þurftum líka að horfa til markmiða skólastarfsins og bara kennsluefnis almennt. Þannig að við líka svolítið þurftum að læra mikið við starfsfólki á safninu. Við erum ekki kennarar þó við gerum okkar besta. En við höfum verið í afskaplega góðu samstarfi við grunnskólan hérna á staðnum og fengið liðsinni starfsfólksins þar. En hver er hagur safnsins? Hann er náttúrulega fyrst og fremst ánægjan, leyfi ég mér að segja, en síðan er það auðvitað það bara að geta miðlað til unga fólksins, geta alið upp nýja kynslóð af safnafólki, hvort sem þau verða starfsmenn á söfnum eða ekki, þá kannski munu þau njóta safna meira en áður. Þau eru meðvitaðri söfn og kannski sækja söfn frekar, við leyfum okkur að vona það allavega. Og þeir Sebastian Amor og Erling Þór vita allt hvað dígsilmaður gerði á síldarplönunum. Strákar, hvað hafið þið verið að læra hérna í vetur á Síldarminjasafninu? Við erum að læra að vera dígsilmenn og við erum líka að læra Síldarminjasafnið. Hvað gerði dígsilmaður? Hann sló upp tunnu og til tunnu. Bitu nú við, sló upp tunnu, hvað er það? Það er að slá upp gjörðina, held ég. Eða botnin. En þetta hefur verið svolítið flókið verk eða ekki að vera dígsilmaður? Jú. Já, svolítið flókið. Sérstaklega það eru 202 tunnur eða góð dag. Já. Hefðu þið viljað vinna við þetta? Eiginlega ekki. Nei, held ekki. En öll þessi áhöld sem að voru notuð, voru þið líka að læra þau? Já. Við lærðum að dígsil og drífold væri norskt og maður átt að nota til að slá upp tunnu. En af hverju voru tunnur ekki bara gerðar í verksmiðjum? Þær voru gerðar í verksmiðjum nema þær voru notar, það voru menn sem gerðu það sjálfir, ekki við plasttununa, það var bara sjálfvirk vél sem gerði það við plasttunnar. En þetta hefur örugglega verið svolítið mikið svona vandaverk eða ekki að vera dígsilmaður? Jú. Sérstaklega þegar botnin dettur á hinn botnin. Já, það er dálítið mikið vandamál. Já, það gat komið fyrir. Já. Og líka þegar tunnan fer í sundur. Já. Og hvað gera menn þegar botnin bara dettur niður? Þá reyna ég bara að taka hann og bara byrja upp á nýtt. En það var nú eins gott að dígsilmenn þeir væru duglegir þannig að vantaði ekki tunnur á síldarplanið. Já. Er þetta búið að vera skemmtilegu tími hérna í Síldarminjasafninu? Já, þetta er mjög skemmtilegur. En ætlaði að verða dígsilmenn þegar þeir verði stórir? Nei. Akkur ekki? Ég hef önnur áhugamál. Já, ég líka. Og svo kannski eru dígsilmenn, þeir eru varla til í dag, eða hvað? Nei, þetta var bara í gamla daga. Já, dígsilmenn voru bara til í gamla daga og hún Hólmfríður Dögg segist hafa lært margt í kennslunni í vetur.
Hófi, þegar þið byrjuðu, hvað þið búin að læra í raun og veru í vetur? Margt, eins og að skrásetja safnhluti og bara fullt, sko. Og hvernig leist þér á þetta svona í upphafi? Ég var bara mjög spennt, sko. Þið búin að læra mikið í vetur? Já. En hérna inni í Síldarminjasafninu, þetta nú, ansi margir hlutir hérna, þið búin að læra á allt saman? Ekki allt, en mjög mikið. Varstu orðin svolítið forvitin suma hluti sem þú vissir ekkert hvað væru? Já, svolítið. En núna í dag þegar foreldrarnir komu í heimsókn til að sjá hvað þau hefðu nú lært, hvað varst þú að gera í dag? Ég var að taka á móti fólkinu og fylgja þeim, og sýna hérna, segja hvað að gera okkar. Já, varstu þá svona leiðsögumaður eða? Já. Það nú svolítið stórt hlutverk. En þarf það þá ekki leiðsögumaðurinn í raun og veru að vita allt saman, vera tilbúin til að svara alls konar spurningum? Jú. Féstu erfiðar spurningar? Ekki margar, sko. Ekki það. Þannig að þú hefur getað svarað öllum spurningum. Sérðu fyrir þér kannski að verða bara leiðsögumaður hérna í safninu einhvern tímann í framtíðinni? Nei. Það alveg örugt. Já. En hvað með næsta vetur? Heldur þið verði hérna áfram eitthvað að gera eitthvað meira? Ég veit ekki að við fyrir náttúrulega í skólan á Óló, þannig að það verður kannski svolítið erfitt þá. En þetta var svolítið svona skemmtilegu tími? Já, mjög. Við vildum gjarnan geta haldið þessu áfram og haft þetta fastan lið í bara námi barna hérna í Fjallabyggð. En heldur þú sést nú búin að kveikja í einhverjum að leggja þetta fyrir sig, einhvers konar safnastarf og mennta sig þá á því öllu saman? Ég vona það allavega. Þau eru mörg mjög efnileg og öll eflaust, en þau hafa bara staðið sér svo ótrúlega vel og þessi dagur hérna í dag, svokallaður yfirtökudagur, þau fengu í rauninni bara að taka hérna yfir safnið og það var búið að þjálfa sig upp í leiðsögn og það voru hérna skrásetjarar sem sögðu frá skráningu safngripa og umfangi söltunar í landinu og það var annar hópur sem sagði frá Gústa Guðsmanni, lífi hans og störfum. Það voru strákar sem voru búin að setja saman leikþátt hérna borði í tí til þess að segja frá sjómennsku og lífinu í kringum það. Það voru síldarstúlkur og strákar að leika eftir störfin á planinu og síðan voru dígsilmenn að slá upp tunnur og svo framvegis, þannig að það var alveg rosalega gaman, sérstaklega fyrst komu skólafélagar þeirra og síðan foreldrar og ömmur og afar og aðri gestir. Og það var fyrir mig allavega mjög gefandi að sjá blikið í augum foreldrana, stoltra foreldra sem komu að sjá krakkana sína hérna í dag. Þannig að þetta verkefni hefur gefið góða raun? Það hefur gert það, virkilega. En hvernig var að fá foreldrana svo í heimsókn og sýna þeim þetta allt saman? Það var bara mjög gaman, sko. Þannig að þú hefur vaknað bara snemma í morgun og bara hlakka til að fara hingað og sýna þetta allt saman? Já.